How is that a victory? You are something. How is that a victory? Thank you very much. Hingað heim. Yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans segir að slysum vegna rafhlaupahjóla fari fjölgandi. Stundum séu þau jafnvel nokkur á dag. Hann segir mikilvægt að umgangast þau eins og farartæki, nota hjálm og virða umferðarreglur. Hjálmur kom í veg fyrir að 9 ára strákur í Kópavogi slasaðist illa þegar hann ók á ljósastur. Rafhlaupahjólum fer ört fjölgandi enda umhverfisvænn og lipur ferðamáti og maður getur verið snöggur á milli staða. En það er einmitt málið. Það er hægt að komast töluvert hratt á þessum hjólum og þannig er maður snöggur á milli staða. Benedikt Jóhann Gunnarsson fekk rafmagnshlaupahjól í afmælisgjöf á dögunum en síðasta fimmtudag lenti hann í slysi skammt heiman frá sér. Ég var að fara til vina minn, svo síðan horfði ég einhverja stráka, síðan horfði ég aftur áfram, þá svo ljósastur og síðan bara klesti ég á hann og síðan vaknaði ég á jörðinni og var eitthvað liggjandi með einhverjum mönnum og einhverju stelpu og konu. Og bara rótaðistu? Já. Og það kom eitthvað fólk að hjálpa þér? Já. Benedikt var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttöku Landspítalans þar sem gert var að sárum hans í andliti og á höfði, auk þess sem hann er aumur í bringunni eftir höggið. Hann var með hjálm sem sýndi sig að gera sitt gagn því höggið var það mikið að sprunga kom í hjálminn. Hann segist ætla að fara varlega svo svona lagað endurtæki sig ekki því hann segir gaman á hjólinu. Maður bara finnst það gaman og maður þreytist ekkert eins og að fara brekkur hjólandi þá maður illt í fótunum og eitthvað en ekki þessu. Við erum að sjá nokkur svona slys á viku og sumadaga erum við að fá nokkur á dag. Þannig þetta er klárlega aukning frá því sem var fyrir 1 og hvað þá 3-4 árum síðan. Eins og fyrr segir var Benedikt Jóhann með hjálm en Jón Magnús segir allan gang á því hvort fólk sé með hjálm eða ekki. Við erum að fara af stað með ítarlegri könnun á þessu sem við ætlum að fylgjast með þessu í sumar og meðal annars til að reyna að svara þeirra spurningu hversu miklu mæli fólk er að nota hjálma á þessu tæki. En það er mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því að það er mjög margt sameiginlegt með þessum tækjum og reiðhjólum. Maður er mjög illa varinn, það er mjög auðvelt að ná mikilli ferð og ef þú lendir í óhappi þá áttu á hættu að reka höfuð í gangsettina. Almennt er gefið upp að rafmagnshlaupahjól nái 25 km hraða en fullyrt er að með smávægilegum breytingum sé hægt að ná mun meiri hraða. Besta ráðið held ég að sé að umgangast þetta eins og reiðhjól. Að það þarf að vera með hjálm, það þarf að fara að öllum í gátt, það þarf að gæta sig á umferðinu og hafa athyglinna í lagi og þar með talið að vera ekki ölvaður á þessum farartækjum.